Já, komið sæl kæru vinir. Mig langaði bara svona til þess að athuga með ástandi hjá ykkur og hvernig þið hafið það. Bara svona tekka á ykkur. Og þegar ég segi kæru vinir þá getur það líka verið bara öll íslenska þjóðin. Vegna þess að við erum að ganga í gegnum svolítið sérstaka tíma og mér langar til að svona beina orðum mínum bara til hvers og eins sem að hlýðir á þetta ávarp og fyrir ykkur sem ekki þekki mig þá heiti ég Ólafur H. Knútsson og starfa sem safnaðarprestur í Íslensku Kristkirkjunni í Fossaleiðinni 14 í Grafarvogi. Ég trúi því að við sem þjóð þurfum að standa saman og þess vegna langar mig til þess að deila þessu litla ávarpi bara með ykkur öllum sem að vilja taka við. Þetta hefur náttúrulega að sjálfsögðu trúarlega skírskotun en hver og einn bara ákveður það hvort hann hafi áhuga á að hlusta eða ekki. En það sem er kannski mikilvægasta í þessu öllu saman er að það sem er að ganga á í heiminum í dag og á okkar fallega og góða landi, það snertir okkur öll með einum eða öðrum hætti og það eru margs konar tilfinningar og margvíslegar hugsanir sem koma upp í þessu ástandi og sumir fyllast kvíða og sumir eru óttaslegnir og þess vegna langar mig bara til þess að nýta samfélagsmiðlana til góðs og deila uppörvandi og næringaríkum boðskap vonandi sem ég held að við öll þurfum bara á að halda í þessu árferði. Skáldið sagði bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumardaga og ég trúi því að það styttist meira og meira í það. En það sem mig langar til að tala í dag fyrst og fremst, það eru þessu dimmu dalir í lífi okkar. Að hvetja okkur til þess að óttast ekki þessa dimmu dali þegar þeir koma í lífinu. Við sem fólk og manneskjur, við óttumst gjarnan hið óþekkta og ég skynjaði margt fólk svona á þessum tímum óttast þessa vá með einum eða öðrum hætti. Þessa vá sem hefur knúið dyra í öllum heiminum og hjá okkur sem þjóð. En það er fallegu texti sem er að finna í einum svona þekktasta sálmi Biblíunnar sem öll þjóðin þekkir og við öll sem sækjum kirkju, hann er oft sunginn bæði við jarðarfarir og sérstaklega við útfarir og hefur verið mörgum svona mikill styrkur og uppörun og blessun og það segir í þessum sálmi þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þegar við upplifum dimma dali á lífsgöngunni, þá óttumst við stundum að tapa einhverju eða missa eitthvað. Og þetta getur komið mjög miklu róti á tilvist okkar. Þess vegna er svo mikilvægt að hughreysta og hvetja hvert annað með markvissum hætti á þessum tímum sem við lifum á núna. Og það sem gerist þegar einstaklingur gengur í gegnum missi, þá oftast tvenns konar viðbrögð að ræða. Og eitt þessara viðbrögða er ótti og annað er sorg. Sorgin er góð vegna þess að það er gott og nauðsynlegt að syrgja. Sorgin er leið til þess að koma okkur í gegnum erfið breytingaskeið í lífinu. Í rauninni er það þannig, kæru vinir, að ef við leyfum okkur ekki að syrgja, þá sitjum við föst. Og sorgin mun bara skaða okkur þannig, ef við hleypum henni ekki út. En hins vegar er óttinn slæmur. Já, það er að segja nema þegar við erum að flýja hættulegar eða vofveifilegar aðstæður sem steðja skyndilega að og ógna líf okkar með einhverjum hætti. Það er bara svona náttúrulegt varnarkerfi líkamanns og okkur eðlislag. En það segir hvergi í Biblíunni syrgið ekki og það segir heldur ekki grátið ekki. En það sem Biblían tekur skýrt fram er óttastu ekki.
Og þetta kemur fyrir 365 sinnum í ritningunni. Það þýðir að Guð segir sérhver dag ársins við þig og mig, óttastu ekki. Og mér langar svo til þess að minna okkur bara á að næra vonina og trúna en ekki óttan. Því að þegar við nærum trúna, þá sveltum við óttan. En ef við hins vegar nærum ótta okkar, þá sveltur trúin. Og ef við nærum ekki vonina, þá ríkir vonleysi. Og við þurfum að næra vonina þannig að vonleysið svelti. Við þurfum að taka meðvitaða ákvörðun á tímum erfiðleika og svona ókyrrðar og óvissu eins og núna og hlúa hvert á öðru. Það var þannig að á tímum Gamla testamentisins að þá voru hirðarnir með svona prik eða staf í hendi til þess að vernda féð og beina því rétta leið. Og sálmaskáldið sem hann Davíð, þessi texti sem ég var að vísa í, hann þekkti Guð. Hann vissi að Guð hefði réttu tækin og tólin og bestu tæknina og leiðbeiningarna til þess að vernda hann. Og þess vegna gat hann treyst Guði fyrir lífi sínu. Jafnvel þegar hann gekk í gegnum sína dimmudali og þeir voru í rauninni býsta margir, þeir dimmudali sem að Davíð gekk í gegnum. Og kannski ert þú núna á þessu augnabliki að ganga í gegnum dimman dal. Jafnvel dimmur dalur alvarlegra veikinda sem gætu leitt til dauða. Það gæti verið dimmur dalur skulda, kannski dimmur dalur þunglindis, átaka eða illdeinla, dimmur dalur höfnunar eða vonbrigða. Og svona lífið í öllum sínum birtingamyndum. En hér eru góðu fréttirnar. Guð okkar hirðir. Og við getum sagt nei við óttan. Og þegar við segjum nei við óttan og beinum orðum okkar til Guðs í bæn, að þá getum við meðtekið friðinn hans sem svo mikilvægur. Frið Guðs og öðlast svona hugarró að þegar að skuggi fellur á þröngan veg lífs okkar. Og mér langar til að ljúka þessu stutta ávarpi bara með því að lesa aðeins upphafsversin í þessum sálmi fyrir okkur og biðja svo út frá því. En það segir í 23. sálmi: Drottin minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Hann leiði á grænum grundum, lætur hann mig hvílast. Leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafns síns. Jafnvel þótt ég færi dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Og ég ætla að enda líka á síðasta versunni í þessum sálmi. Þar segir: Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína. Og í húsi drottins bý ég langa ævi. Þetta eru falleg orð sem ég vona að þú geti svo sannarlega tekið við hér í dag og þér til hugfróunar og uppörfunar og verði þér styrkur. Og kæru vinir, við skulum ekki örvænta eða fyllast kvíða, vegna þess að óttinn býr ekki í elskunni, segir í ritningunni. Við munum komast í gegnum þetta ástand miklu fyrr en okkur grunar. Ég trúi því vegna þessara góðu sérfræðinga sem við höfum hér á þessu landi, þessa frábæru lækna og vísindamanna og leiðtoga sem að koma fram fyrir þjóðina á hverjum einasta degi og vinna undir miklu álagi, bara hrósum þeim og þökkum þeim fyrir þeirra innlegg. Það aðdáunarvert sem þau að gera.
og þrátt fyrir margar gagnrýnisraddir að þá viljum við bara áfram hvetja okkur öll til þess að taka þátt í þessu verkefni og hvort sem við erum í sóttkví eða einangrun og líka hugsum við til þeirra sem að liggja á gjörgæslu að takast á við þennan illvíga sjúkdóm eða þessa veiru sem COVID-veiran er. En mér langar núna til þess að bara enda á því að biðja. Á sunnudaginn klukkan 1 þá mun ég verða með hugvekju og þá vonast ég til þess að við sjáumst aftur. En við skulum bara lyfta okkur sjálfum og þjóðinni í bæn. Já, heilagi himneski Faðir, við lofum og þökkum fyrir það hver þú ert. Þú ert almáttugur Guð, þú ert hirðir okkar, þú ert verndari okkar og okkur mun ekkert bresta, það að segja okkur mun ekkert skorta Drottinn. Þú ert líka græðari okkar, þú ert sáluhjálpari og líknari. Heilagi Faðir, við bara biðjum fyrir þjóðinni okkar Drottinn, að þú vendir hana, að þú eyðir þessari veiru Drottinn og viltu líka hugga og uppörva og styrkja þá sem eru kannski í einangrun, eru líka í sóttkví og vertu með þeim sem liggja á gjörgæslu Drottinn. Viltu lækna, leysa, líkna og græða Drottinn. Þannig að við fáum að sjá handarverk þín Drottinn og það sé til merkis dýr þína og mátt þinn Drottinn. Biðjum þig líka að gefa leiðtogum þjóðarinnar visku og vísdóm inn í þessar aðstæður Drottinn minn og gefðu okkur öllum að við mættum vera undir náð þinni og miskunn komin Drottinn og meðtaka friðinn þinn, gæsku þína og góðvild Drottinn vegna þess að þú berð umhyggju fyrir okkur og þú elskar okkur hvert og eitt eins og við erum. Eins mörg og við erum og ólík sem við erum, þá elskar þú okkur öll jafnmikið og jafnheitt. Og það eru góðu fréttirnar að við megum koma til þín og við höfum aðgang að þér í gegnum orðið. Varveit okkur við þess að þessi friður og heill í höllum þínum í Jesú nafni. Amen. Og ég segi bara að lokum Drottinn blessi þig og varveiti. Takk fyrir í dag.